standa upp sem við segjum ég vil ekki struð. Túlkurinn sagði mundu mig og ég man þig. Stundum hætti manni til að fara á undan túlkinum. Nú við. Nei, það var ekki þetta sem ég ætlaði að gera. Einn, tveir. 3, 4. Já. Sumir kunna að telja lengur en aðrir, en við bara hjartanlega velkomin og gleðilega hvítasunnu hátíð. Þetta er kallað viknahátíðin á íslensku máli, en uppskeruhátíðin á ensku, í ensku biblíunni, það er að segja í Gamla testamentinu. Tungutalsdagurinn á Keflvík. Tungutalsdagurinn á Keflvík. Já. Og mig langar að byrja hérna bara, ég ætla að flytja ykkur hérna orð sem er úr seríu sem ég gerði einu sinni bænahúsið og það á vel við í dag. Við erum bænahús Drottins og í Sálmi 92:6 segir hversu mikil eru verkin þín Drottin, hversu mikil eru verkin þín. Hversu mikil eru verkin þín? Í Jesaja 55, vers 8 og 9, þá segir svo miklu hærri, skulum bara lesa þetta svo ég vitni rétt í það. Jesaja 55, heldur svo miklu sem himinn er hærri en jörðin, svo miklu hærri eru mínir vegir yðar vegum og mínar hugsanir yðar hugsanir. Er ritningaforritið ekki komið í gang? Það stemdi ekki, ok. Jesaja 55, vers 8 og 9. Það stemmi náttúrulega ekki í sálminum af því að það er yfirleitt einu versi á undan eða eftir. En Jesaja 55, 8 og 9. Heldur svo miklu sem himinin er hærri en jörðin, svo miklu hærri eru mínir vegir yðar vegum og mínar hugsanir yðar hugsunum. Og við erum hérna að tala að hugur Guðs
hann segir í versinu, mínar hugsanir ekki yðar hugsanir, yðar vegir ekki mínir vegir. Að það er svo margt sem Guð gerir sem öðruvísi heldur en að við höldum, hugsum og erum vön. Og hans verk, þau eru svo yfirnáttúruleg að við getum sjaldnast höndlað það. Og heilagur andi, persónan sem við ætlum að tala um í dag, hann kom á hvítasunnudag og ég man að ég talaði einu sinni um það að af hverju ekki tala þau orð sem andinn gefur að mæla. Þá voru hérna 2 skrýtni kallar sem voru að tala um það að já, Kiddi væri skrýtinn, hann væri að tala á einhverju annarlegu tungumáli og hann hélt að hann væri meiri en við af því að hann kynni svona útlensku. En hérna svo fengu þeir að skilja þetta og þeir lærðu að tala tungumálið og þá eru þeir alveg afskaplega glaðir. En af hverju ekki tala þau orð sem andinn gefur að mæla? Og að tala tungum yfirnáttúruleg tjáning gefin af heilögum anda á tungumáli sem ekki hefur verið lært. Náðu því, það yfirnáttúruleg tjáning að tala tungumál sem ekki hefur verið lært. Öll ríki hafa sitt tungumál. Guðsríkið hefur einnig sitt tungumál. Og heilagur andi, hann hefur tungumál. Þannig að hafandi sagt það, að þá ætla ég líka að segja, heilagur andi, hann allsstaðar. Og þá kemur þessi mannlega hugsun, hvernig getur hann verið allsstaðar? Hann ekki bara ein persóna? Hann persóna. Ef að einn maður getur talað á öldum ljósvakans til alls heimsins, hversu miklu fremur getur þá ekki almáttugur heilagur andi talað til alls heimsins án þess að nota mannlegar öldur ljósvakans. Hann getur farið sína eigin leið. Ef að maðurinn getur það, þá getur Guð það. Það bara þannig. Og það gott fyrir okkur að hugsa um það, að það sem er mögulegt hjá mönnum, af hverju það þá ekki mögulegt hjá Guði líka? Guð, hann getur verið allsstaðar. Þannig að hvert get ég farið frá augliti þínu, segir í sálminum. Og þessi heilagi andi, hann sveif yfir vötnunum, það talaði það í 1. Mósebók 1:2, að hann sveif yfir vötnunum þegar Guð var að skapa himinn, hvolfinn og jörðina. Og heilagur andi, hann framkvæmda armur þrenningarinnar. Hann sá sem framkvæmir þegar Guð talar. Og það segir einhvers staðar að það sem að, ef við getum lesið það í Biblíunni, að það sem Guð lofaði, það að segja fyrirheit Guðs, það greiddi Jesús fyrir. Jesús greiddi fyrir öll fyrirheitin með lífi sínu og heilagur andi kemur síðan með gjafirnar. Hann Guð, hann gefur fyrirheit, Jesús greiðir fyrir það og þú getur ekki greitt fyrir það. Jesús greiddi fyrir það. Heilagur andi, hann framkvæmdi. Þess vegna hann framkvæmdar, hann framkvæmda armur þrenningarinnar. Þannig að það svo margt sem að fyrirheit Guðs, við segjum þau staðfestast öll með jái og amen. Og þau svo mörg. Jesús hefur greitt fyrir þau öll. En vitið það að við getum hindrað heilagan anda í að framkvæma
og gefa okkur það sem við eigum. Það svolítið önnur saga. En á hvítasunnudag að við skulum lesa textan úr postulasögunni þegar að þeir komu saman og þeir voru að koma saman þarna gyðingar á uppskeruhátíðina eða viknahátíðina eins og við köllum hana og þeir gerðu það einu sinni á ári og þetta var gyðingleg hátíð og nú það á þessari hátíð að það gerist eitthvað sem aldrei hefur gerst áður. Það gerist eitthvað sem aldrei hefur gerst áður. Og við lesum frá öðrum kafla í postulasögunni, 1. til 5. vers, þá upp var runnin hvítasunnudagur, voru þeir allir samankomnir. Var þá skyndilega gnýr af himni eins og aðdenjanda sterkviðris og fyllti allt húsið þar sem þeir voru. Þeim birtust tungur eins og að veldi væru, hvísluðust og settust á hvern og einn þeirra. Þeir fylltust allir heilugum anda og tók að tala öðrum tungum eins og andinn gaf þeim að mæla. Og í Jerúsalem dvöldu skýðingar og guðrækni menn frá öllum löndum undir himninum. Þetta hljóð heyrðist dreif að fjölda manns. Þeim brá mjög við því að hver og einn heyrði þá mæla á sína tungu. Þeir voru frá sér af undrun og sögðu, þetta ekki galilegu menn sem hér að tala? Hvernig má það vera að við hver og einn heyrum þá tala vort eigið móðurmál? Og þetta svolítið athyglisvert. Það voru mörg tungumál í gangi en samt var það bara eins og að væri einn hljómur. Við erum partar, Medar, Elamítar, við erum frá Mesopotamíu, Júdeu, Kappadókíu, Pontus og Asíu, frá Fríkíu, Pamfílíu, Egyptalandi, Líbíubyggðum við Kýrene og við erum hingað fluttir frá Róm. Hér eru bæði gyðingar og þeir sem tekið hafa trúgyðinga, Kríteyingar og Arabar. Við heyrum þá allir tala á vorum tungum stórmerki Guðs. Þannig að þeir voru að tala eitthvað ákveðið, þeir voru að segja hversu mikil eru verkin þín drottin, hversu harla djúpar eru hugsanir þínar og hversu mikil eru verkin þín. Og svo segir, þeir voru allir vers 12, þeir voru allir furðulostnir, ráðalausir, sögðu hver við annan. Hvað getur þetta verið? Og þegar ég var að hugleiða þetta vers þá, já, maðurinn hann ávallt ráðalaus frammi fyrir almáttugum Guði. Þegar Guð grípur inn í, þá hafa menn engin ráð. Menn halda í dag að þeir geti stjórna heiminum, en þegar Jesús kemur, þá munum völdin verða tekin af mönnum. Það vitum við sem Biblíuna lesum. Hann mun taka völdin og stjórna þjóðunum. Og það kannski rétt handan við hornið, sú atburðarás. En hér lesum við að þeir fylltust af heilugum anda og þeir byrjuðu að tala öðrum tungum. Og þeir fengu tungumál og þeir byrjuðu að mikla Guð á öðru tungumáli. Og þá segjum við, hinn almenni Jón segir bara hvaða bull þetta og til hvers þetta? Já, það nefnilega það. Hans hugsanir eru öðruvísi. Hann starfar öðruvísi. Hann kemur á sinn hátt. Jóhannes 14, þar sem hann las áðan hann Hilmar, að þar segir, ef við lesum frá 15. versi, Jóhannes 14, vers 15, ef þér elskið mig, munu þér halda boðorð mín. Ég mun biðja föðurinn og hann mun gefa yður annan hjálpara að hann sé hjá yður að eilífu. Anda sannleikans sem heimurinn getur ekki tekið á móti, því hann sér hann ekki né þekkir. Þér þekkið hann, því að hann hjá yður, verður í yður. Ekki mun ég skilja yður eftir munaðarlausa. Ég kem til yðar. Innan skams mun heimurinn ekki sjá mig framar, þér munu sjá mig, því ég lifi og þér munu lifa. Á þeim degi munu þér skilja að ég í föður mínum, þér í mér og ég í yður. Amen. Orðið hérna sem að Jesús notar
ég mun gefa yður annan hjálpara orðið allos og sem þýðir annar eins og ég. Hann mun gera í fjarveru minni. Það sem ég myndi gera ef að ég væri í líkamanum með ykkur. Þannig að í þessum versum sjáum við að hann að segja að hann skildi okkur ekki til munaðarlausa. Hann segir, ég kem til yðar og þetta dagurinn sem hann kom á. Hann skildi okkur ekki til munaðarlaus en hann sagði, það ekki allir sem munu sjá mig. Það eru bara þeir sem trúa sem munu sjá mig. Og það eru bara þeir sem trúa í dag sem gera sér grein fyrir nærveru og tilveru heilags anda. Og Jesús hann sagði meira, hann sagði að þessi heilagi andi í 14:26, hann sagði hjálparinn andinn heilagi sem Faðirinn mun senda í mínu nafni, hann mun kenna yður allt, minna yður á allt sem ég hef sagt yður. Þannig hann kennari. Gott að hugsa það, hann kennari. Og þegar við lesum þetta vers hér í Amplified Biblíunni, að þegar hann kemur heilagi andinn, þá segir Amplified Biblían, þegar hann kemur hjálparinn, huggarinn, ráðgjafinn, málsvarinn eða árnaðarmaðurinn, málsvarinn og sá sem alltaf til staðar eða Jehóva Shamma, fyrirbýðandinn, styrkurinn minn, þegar hann kemur, heilagur andi þetta, hann hjálpari, hann huggari, hann ráðgjafi, hann málsvari, hann ávallt þar, hann fyrirbýðandinn minn og hann kraftur minn og hann styrkur minn. Þegar hann kemur þá mun hann kenna yður allt og minna yður á allt sem ég sagði. Og svo það Jesaja að hann segir eiginlega það sama. Ef við förum í Jesaja kafla 11 vers 2, Jesaja kafla 11 vers 2, að þá lesum við það að andi Guðs var yfir honum, andi Guðs, sjá, Jesaja 11. Mér finnst þetta svo frábær vers, bæði þetta Jóhannes og Jesaja, að það segir hér, yfir honum mun hvíla andi drottins, andi vísdóms og skilnings, andi ráðspeki og kraftar, andi þekkingar og ótta drottins. Þannig að hér viska í þessum heilaga anda og hér skilningur. Og hér hann meira heldur en ráðgjafi vegna þess að hann hefur ráð sem eru full af visku. Hann hefur ráðspeki. Enskan segir þetta svona, hann spirit of counsel. Og hvað eru margir sem fara til ráðgjafa í dag og borga kannski 20.000 kall á tíma? Hér ráðgjafi. Ef þú ert kristinn, þá hér ráðgjafi. Sumir segja að þessi ráðgjafi sé ekki eins góður eins og þessi sem þú ert að borga, en mín reynsla að þessi hérna sá eini sem getur snert sálina þína, sá eini sem getur grætt sálina þína og þurrkað tárin þín. Hann andi vísdóms, hann andi skilnings, hann andi ráðspeki og kraftar. Hann hefur líka kraft handa þér. Og hann hefur þekkingu og hann hefur ótta drottins. Og það einmitt það. Þegar við hugsum heilagan anda og margir svona, segja, ertu ekki í stuði með Guði eða eitthvað svona, að heilagur andi, sjáum til, hann ber virðingu fyrir Guði föður. Og hann tekur ekki léttilega þetta Guð. Hann getur verið gáskafullur, en hann ber virðingu fyrir Guði. Hann
hann hefur ótta drottins. Og ég hef oft sagt ykkur söguna af predikaranum sem var dæmdur í 45 ára fangelsi og hét Tim Baker. Og hann var uppvís af svikum og prettum, hórdómi og hann dæmdur í fangelsi og það voru 1 eða 2 sem heimsótt hann og annar þeirra sem heimsótt hann, hann segir við hann, Tim, hvenær hættur eiginlega að elska drottin? Og Tim segir við hann, ég hætti aldrei að elska drottin, en það var ákveðin tími í lífi mínu þegar að ég hætti að óttast hann. Ég hætti að bera virðingu fyrir honum. Hann elskaði drottin, en hann hætti að óttast hann. Og systkini, ef við elskum drottin, þá höfum við líka að bera virðingu fyrir honum. Ef að ég er faðir, segir Malaki, hvar er þá heiðurinn sem mér ber? Og það er Guð sem var að tala við Ísraelsmenn. Hann sagði, ef að ég er faðir, þið berið virðingu hver fyrir öðrum, en ef að ég er faðir ykkar og skaparinn, af hverju berið þið þá ekki virðingu fyrir mér líka? Þannig að ég segja, hann lýsir anda drottins svona, það er andi vísdóms, andi skilnings, andi ráð, speki, hann er besti ráðgjafinn. Og hann er andi kraftar, þeir sem vona á drottin fá nýjan kraft, og hann er andi þekkingar, og hann er líka andi ótta drottins. Páll postuli, hann lýsir heilögum anda á þann hátt, þetta er sami áhrifamikli kröftu í mátturinn, Efesusbréfið 1 og 9, Efesusbréfið 1 og 9, sami áhrifamikli kröftu í mátturinn sem reisti Jesúm Krist frá dauðum. Postulasagan, Pétur lýsir honum svona, að það er sagan Jesúm, hvernig Guð smurði hann heilögum anda og krafti, hann gekk kring, gjörði gott, græddi alla sem af djöflunum voru undir okaðir. Lúkas 4. kapli og 1. vers segir að hann sneri aftur frá Jórdan fullur af heilögum anda, leiddi andinn hann óbyggðina. Sjáu þið hérna, hann var fullur af heilögum anda og andinn leiddi hann. Mér finnst þetta alveg frábært að þú hefur hérna persónu, hérna var Jesús sonur Guðs og það var önnur persóna Guðdómsins sem kom og hjálpaði honum og leiddi hann. Þessi persóna Guðdómsins var í beinu sambandi við Guð Föður. Andinn var í beinu sambandi. Og við sjáum það er ritningi í Jóhannesar Guðspjalli, 16. kapla, þar sem segir að þar sem Jesús er að tala, og hann er að tala þennan anda, hann segir, hann mun ekki mæla, þetta er 16. kapli og þetta er 13. versið, ég gríp inn í það, ég skal bara lesa það allt. Þegar hann kemur andi sannleikans, mun hann leiða yður í allan sannleikan. Hann mun ekki mæla af sjálfum sér, heldur mun hann tala það sem hann heyrir og kunngjöra yður það sem koma á. Hann mun gjöra mig dýrlegan, því að af mínu mun hann taka og kunngjöra yður. Allt sem faðirinn á er mitt, því sagði ég að hann taki af mínu og kunngjörði yður. Þannig að þegar heilagur andi leiðir okkur í dag, þá talar hann ekki af sjálfum sér, hann er í tengingu við hásætið á himnum. Og þessi heilagi andi, hann orðið sem sagt hjálpari, að það er parakletos, sem þýðir að það er einhver sem er kallaður upp að hlið þér til að ganga með þér, til að hjálpa þér. Og það gerði hann fyrir Jesú. Hann leiddi hann í eyðimörkinni. Hann var með honum, hann fyllti hann og hann leiddi hann. Og á hvítasunnudag þá kom hann til að vera með okkur að eilífu. Þetta orð í Jóhannes 14:16, það verður alltaf að blessa mig. Hann verður með mér ekki bara hér á jörð, heldur að eilífu. Það þýðir það að leið og ég dey, að þá er það andinn sem tekur mig. Hann leiðir mig, hann er áfram með mér. Þó svo að minn andi, það slökni á, eða já, hann yfirgefi líkamann, að þá er heilagur andi ekki að yfirgefa mig, hann er með mér.
Nú, mér langar aðeins að kannski minna okkur á hvernig heilagur andi starfar. Og það í Rómverjabréfinu 8. kafla, 27. versi. Það segir að hann biður fyrir okkur og hann hjálpar okkur í veikleika vorum. Þannig hann er hjálpari. Hann biður fyrir okkur og hann hjálpar okkur í veikleika vorum. Hvernig getur hann beðið fyrir okkur? Jú, hann notar okkar tungu til að biðja fyrir okkur. Við byrjum að tala í tungum, andinn byrjar að biðja fyrir þér og biðja fyrir öðrum heilugum. Og þetta er Guðs verk. Mönnum finnst þetta óttalega heimska. Þetta er Guðs verk. Andinn biður fyrir okkur. Í Rómverjabréfinu 8:16 þá segir að andinn vitnar með vorum anda að við erum Guðs börn. Og þetta er frábærlega útlistað í Passion-biblíunni. Ég ætla að lesa það hérna fyrir ykkur úr símanum mínum. Rómverjabréfið 8:16 að andinn vitnar með vorum anda við erum Guðs börn. Sjá. Það er alveg þessu virði að bíða eftir þessu. Rómverjabréfið 8:16 og ég ætla að lesa það bæði á ensku og íslensku. For the Holy Spirit makes God's fatherhood real to us as he whispers into our innermost being, you are God's beloved child. Heilagur andi, hann gerir föður eða faðerni eða föðurhjarta föðurins mjög raunverulegt fyrir okkur þegar hann hvíslar inn í okkar innstu veru, þú ert Guðs elskaða barn. Þannig andinn vitnar með vorum anda við erum Guðs börn. Og síðan kemur postulasagan þegar hann Filippus var að predika í Samaríu að þá kemur heilagur andi til hans og segir honum hvað hann á að gera. Þannig að við sjáum hérna að andinn hann er hjálpari. Og svona var þetta í frumkirkjunni og af hverju ætti það ekki að vera einnig hér í dag. Við sjáum að Filippus, hann fyrst segir engill drottins við hann í 27. versinu í 8. kaflanum. Engill drottins mælti við Filippus, þetta er postulasagan 8:26. Statt upp gagnsuður á veginn sem liggur ofan frá Jerúsalem til Gaza. Hann hlýddi og fór og þá bar að mann frá Eþíópíu, hann var hirmaður og höfðingi hjá Kandeg, drottningu Eþíópa og settur yfir alla fjárhýslu hennar. Hann hafði farið frá Jerúsalem til að biðjast fyrir og var komin á heimleið, sat í vagni sínum og las Jesaja spámann. Andinn sagði þá við Filippus, gakka þessum vagni, vertu sem næst honum. Andinn sagði við Filippus. Hér það heilagur andi sem talar við Filippus og segir honum hvað hann á að gera. Og þetta gerist líka hjá Pétri að hann í húsi Símonar sútara við sjóinn og að bíða eftir að komi matur, að þá sér hann sýn og síðan hann að reyna að skilja hvað þessi sýn á að þýða, að þá, þetta er 10. kafli vers 17, meðan Pétur var að reyna að ráða í hvað þessi sýn ætti að merkja, höfðu sendimenn Kornelíusar spurt upp í hús Símonar. Nú stóðu þeir fyrir dyrum úti og kölluðu, Símon sá nefnist Pétur gestur hér. Pétur var enn að hugsa sýnina þegar andinn sagði við hann, menn eru að leita þín, flýt þér nú ofan, far hiklaust með þeim, því að ég hef sent þá. Hér kemur svo sterkt fram að andinn persóna. Hann segir, ég hef sent þessa menn. Það eru menn að koma, þú ert ekki að vera hræddur
og hann útskýrir fyrir honum og hann segir síðan, ég hef sendt þessa menn. Þannig að við sjáum hérna hvernig andinn starfar. Við sjáum líka í Postulasögunni 13:1-4 að það andinn sem staðfestir köllun Páls og Barnabasar. Þeir höfðu fengið köllun frá Guði og nú það andi Guð sem staðfestir og segir, nú tíminn kominn að þið farið af stað og gerið það sem ég hef kallað ykkur til. Svo lesum við að þeir fóru sendir af heilugum anda. Þeir voru sendir af heilugum anda. Og þegar ég hugsa bara þegar einhver kemur kannski til okkar í dag og segir, jæja, ég er komin hérna og ég var sendur af heilugum anda. Við tökum það strax með fyrirvara. En þetta var mjög raunverulegt þarna. Og það allt í lagi fyrir okkur að taka það með fyrirvara. Við eigum að reyna andana, en við viljum samt sjá þessa hluti gerast á meðal okkar, að við séum leidd af heilugum anda. Postulasagan 16:6 segir, þeir fóru nú Fríkíu og Galataland, því heilagur andi varnaði þeim að boða orðið í Asíu. Og sem þeir komu, Postulasagan 16:6 og 7, sem þeir komu að Mísíu, reyndu þeir að fara til Bíþíníu, en andi Jesú leyfði það eigi. Hér sjáum við að andinn, hann bannar þeim að fara ákveðna leið, hann verndar þá. Það eitthvað sem hefði gerst, hefði farið þarna, sem andinn vissi og þeir hlustuðu á andan og þeir hlýddu andanum. Síðan opnaði heilagur andi leið fyrir þá til Makedóníu eða Evrópu. Og þannig að við sjáum hér hvernig þessi heilagi andi starfaði og við sjáum hérna að til hvers hann var sendur. Hann var sendur til að hjálpa kirkjunni, til að vera með henni eins og Jesús var með lærisveinunum. Þannig að þetta snýst ekki bara eitthvað tilfinningaflæði eða tali í tungum. Þetta snýst að andinn sendur hingað til að vera með þér og mér. Hann í okkur og hann leiðir okkur. Og Biblían segir að við séum eitt með honum. Og þó að Jesús sé uppstiginn, þá Guð samt hér. Þetta að segja okkur það, að þó að Jesús sé uppstiginn, þá Guð samt hér. Hann hér í heilugum anda. Og það segir í Rómarabréfinu 10:6-8 að við þurfum ekki að fara upp eða við þurfum ekki að fara niður. Við nálagt okkur orðið. Í hjarta mínu og í munni þínum, segir Páll, að orðið eða Guð, hann í hjarta þínu og hans orð getur verið í munni þínum. Amen. Síðan það að Efesusbréfi 4:30 leggur áherslu á þetta, að hann persóna. Það segir, hryggið ekki Guðs heilaga anda. Hryggið ekki Guðs heilaga anda. Og ég var að lesa þetta vers og ég var að velta því fyrir mér, hann hryggur í dag? Hann hryggur yfir heiminum eða hann kannski hryggur yfir sinni kirkju? Við sjáum fólk úr kirkjunni í dag jafnvel hegða sér verr heldur en heimurinn. Það verri vitnisburður heldur en fólk sem kannski hefur aldrei stigið fæti inn í kirkju og margt fólk sem hefur upplifað Jesú og sagt vera frelsað og jafnvel skýrst í heilugum anda, að það í dag, sjáum það í fréttum, að það að hegða sér verr heldur en heimurinn. Og já, ég trúi því að heilagur andi sé hryggur. Og ég trúi því að það sé ástæðan fyrir því að heilagur andi, hann heldur aftur af. Það segir í Jakobsbréfinu 4:5 að andinn hann þráir með afbrýði þig og mig. Hann þráir með afbrýði. Og í 1. Korinthubréfi segir
að við erum einn andi ásamt Drottni. Við erum einn andi. Þegar þú hefur tekið á móti heilugum anda þá ertu einn andi og þess vegna eigum við ekki að hryggja hann. Og í tengingu við það versa þá er sagt að við eigum ekki að synga gegn líkam okkar vegna þess að hann er musteri heilags anda. Já, heilagur andi, hann er hér og ég trúi því að Guð hafi talað það inn í hjarta mitt og ég verið að miðla í með ykkur síðastliðin 4-5 ár að Guð, hann lítur niður að himni og hann leitar eftir því hvort nokkur sé hygginn, einhver sem leitar Guðs. Og Guð, hann er að leita fólki. En spurningin er fólk að leita að Guði? Og ég held að það sé gott að staldra við á þessum hvítasunnudeigi og sjá hvað okkur stendur til boða og spyrja okkur, viljum við það? Eða er bænin bara komið þitt ríki og verði minn vilji? Páll hann sagði Demas að Demas hefði elskað sjálfan sig meira heldur en Guð og þess vegna fór hann hætti að fylgja. Og það eru svo margir systkini sem eru hættir að fylgja í dag. Og það eru svo margir í dag sem voru trúaðir og þeir vilja segja mér í dag að Guð sé ekki til. Ég meina, þú til? Ef að Guð ekki til, þá þú ekki til heldur. Vegna þess að hann upphafið, hann skaparinn. Þá bara allt rugl. Guð skaparinn og hann sá sem öllu stjórnar og öllu ræður og hann hefur leyft að mennirnir, þeir sem hafi spurningar, ef að Guð, sem þessi hefðbundna spurning, ef að Guð gerði þetta allt, af hverju þá öll þessi þrenging í heiminum og af hverju allt þetta eins og það jú, Guð hefur leyft þér og mér að ganga sinn veg. Hann ekki harðstjóri. Hann góður og hann miskunnsamur faðir og hann eins og margir feður í dag sem geta ekki haft hemil á börnunum sínum. Það eru mörg börn í dag sem hryggja foreldra sína. Það eru svo mörg börn á þessum degi sem í eiturlyfjaneyslu. Foreldrarnir eru ráðalausir og þeir segja það þýðir ekkert að tala við hana, það þýðir ekkert að tala við hana. Þau elska börnin sín en Guð, hann skapaði okkur þannig að hann leyfði okkur að hafa okkar val. Menn eru ennþá að velja að borða af skilningstré góðs og ills þó að lífsins tré standi þeim til boða. Og þess vegna segir Guð, hann að leita að fólki sem hann getur notað, sem vill eiga samfélag við hann. Hann að leita fólki sem vill eiga samfélag við hann. Hann lítur niður, athugar hvort einhver hygginn. Einhver sem vill eiga samfélag við hann. Það eru margir sem vilja vinna fyrir Guð en hafa ekki tíma til að tala við hann. Og sjáðu, Guð ekki að leita að einhverjum og einhverjum. Það segir í Tímóteusarbréfinu að sá sem fær sér hreinangjört af þessu, hann verður hagfellt kér húsbóndanum hæfilegur til sérhvers góðs verks. Þannig að Guð, hann tekur kérin, hann hreinsar þau, þeim sem leyfa honum að hreinsa sig og síðan verða þessi kér nothæf fyrir Guð. Og sem sagt, heilagur andi, hann kom á hvítasunnudag til þess að framkvæma þetta að Guð mætti eiga fólk á jörðinni sem Guð gæti fyllt af sínum anda sem gætu verið vitnisburður fyrir almáttugan Guð. Hann sagði, þér munu öðlast kraft þegar heilagur andi kemur yfir yður. Halleluja. Og heilagur andi, hann hér í dag.
hvort sem við finnum hann eða finnum hann ekki, þá hann hér í dag. Hann ósýnilegur, stundum finnum við nærveru hans á sérstakan hátt, stundum ekki, en hann jafn mikið á staðnum, hvort sem við finnum eða finnum ekki, hann kemur allstað þar sem hann boðinn velkominn. Og við höfum boðið hann velkomin hér í dag. Og það bæn mín að bara þú sem hlustar og þú sem ert að hlusta á netinu, að þú bjóðir þennan anda velkomin inn í þitt líf. Og við ætlum að fara að ljúka þessari útsendingu, en ég vil bara skilja það eftir hjá þér að það er mikilvægasta ákvörðun sem við getum tekið í þessu lífi, að gefa heilugum anda vald yfir okkar lífi. Og það gerum við með því að gefa Guði á vald. Við segjum, komi þitt ríki, ekki mitt ríki. Verði þinn vilji, ekki minn vilji. Amen. Og segi bara, Faðir, ég þakka þér fyrir þennan dag sem að þú gafst okkur, og ég þakka þér fyrir ríkið þitt, Drottinn minn, og þakka þér fyrir að þú ert með okkur hér í dag. Þakka þér fyrir það, Drottinn, að þú læknar ennþá sjúka, þú reisir upp niðurbeygða og þú skrýðir hrjáða með sigri. Og þú ert okkar besti ráðgjafi. Drottinn, við höfum engan annan. Drottinn minn og Guð minn, við gefum þínu nafni dýrðin á þessum degi. Við viljum heiðra þig, við viljum, Drottinn, lofa þig, og við viljum gefa, Drottinn, nafninu þínu dýrðina. Leið og við þökkum þér og færum þér þakkagjörð að fórn. Amen. Amen. Og við ætlum að ganga núna að borði Drottins.